Jæja, Silja Bára, það þarf ekki Stefán. að kynna okkur. Nei, mér finnst ég vera komin á Rás 2 þegar ég heyri í þér. En það er- Kannski spurning um meinhorn frekar en trúna núna. Nei, þetta verður ekki í meinút. Þetta verður allt mjög friðsamlegt, en ég er ekki viss allir hérna inni vita að þú ert formaður Rauða krossins. Nei, kannski ekki. Og það er mjög mikilvægt að vita það og líka af Rauða krossinum. Og spyrja þig, sko að því að við erum að tala um virðiskeðju hér í dag, er pláss fyrir mannúð í virðiskeðjunni? Já, mér fannst alveg ótrúlega magnað eins og greinlega fleirum að hlusta á Sumítru hérna áðan og ég held að hún hafi sýnt okkur að hennar saga að það er pláss fyrir mannúð en það þarf að búa það til. Og mér langar að kíkja á þetta teppi sem ég stend á, hvort það sé merkt Goodwife. Og það er nákvæmlega það sem við þurfum að gera. Við ætlum að vera ábyrgir neytendur og fylgjast með því hvernig mannúð og önnur gildi eru endurspegli í þeim virðiskeðjum sem við tökum þátt í, að þá þurfum við að spyrja, við þurfum að vera ábyrgir neytendur, við þurfum að horfa á til dæmis hvar textílinn kemur. Það er náttúrulega eitt verkefni sem Rauði krossinn hefur á höndum, hefur verið að taka við textíl og við gerum það ennþá ekki alveg jafn miklu magni og koma honum einmitt í endurnýtingu og endursölu eins og vorum að sjá hérna áðan dæmi um. En mannúðin auðvitað kannski, hún er eitt af grunngildum Rauða krossins og Rauða hálfmannar á alþjóðavísu og það skiptir gríðarlega miklu máli að það sé reynt að búa til rými fyrir fólk sem er í jaðarsettu undirskipaðri stöðu og að það getur fengið að lifa mannsæmandi lífi eins og þetta verkefni sýndi okkur að. En það er annað sem snertir mannúðina og það er réttlátt umhverfi, er pláss fyrir móður náttúru í þessari birgðakeðju. Móðir náttúra ætti auðvitað að vera í hásæti en ef við lítum á hennar stöðu í dag þá voru svona eins og í kvennaathvarfinu eftir linnulaust heimilisofbeldi síðustu áratugi. Það er ekki því að leyna, skal bara segja ykkur það, við erum félagarnir, krakkarnir úr menntaskóla fagna 50 ára stúdentsamali í ár. Síðan við vorum í menntaskóla hefur mannkyn drepið 70% af lifandi plöntum og dýrum á landi. Það er hrun vistkerfanna. Og ef við tökum álagið sem er heimshagkerfi sem hefur skapað okkur svo mikið auð, það hefur fjórfaldast síðan við vorum í menntaskóla, við þessi sem erum að fagna í ár, að sko álagið á vistkerfin er slíkt að það þarf tæplega 2 plánetur til að standa undir öllu því sem við höfum séð á myndunum í dag. Tæplega 2 plánetur. Ef allir væri svo Íslandingar, þá þyrfti rúmlega 7. 7 plánetur út af vistborinu sem við setjum á. Þannig að þetta er áskorun sem við stöndum frammi fyrir. Við erum í stórkostlegri skuld. Og virðiskeðjan er í raun og veru kostnaðarkeðja gagnvart móður náttúru. Og það er eitt sem að ég er nú alþjóða stjórnmálafræðingur, þá erum við ofta að horfa á alþjóða stjórnmál. Núna er að koma nýtt hugtak sem heitir einmitt planetary politics, frekar heldur en international politics. Og við erum að horfa á stjórnmál sem að varða allan hnöttinn og okkur öll sem erum á honum, ekki bara mannfólkið, heldur einmitt allar aðrar verur og auðlindir. Ég finnst núna Ólífer Lorentz, ég bendi okkur öllum á að hlusta aftur á hana. Hún náði þessu mjög vel, þessu planetary politics. Akkurat. En það er kannski eitt og aftur það að hlusta á Sumítru áðan, kannski staðfesti það sem að mér langaði svona til að loka á. Að ég held að sé okkar kynslóða að búa til þetta pláss, en það verður næstu kynslóða að fara vel með það og ég hlakka til að hlusta á samtal unga fólksins hérna í kjölfarið á okkar samtali. Þau munu endurskapa heiminn vegna þess að það er það sem við þurfum að gera. Takk.